Þorsteinn ætlar að fjalla mælingar og rykmengun á Íslandi og segja okkur hvað lagaraminn hefur það að segja. Gjörðu svo vel, Þorsteinn. Já, sælur. Þetta fjalla eins og mælingar á svifryki á Íslandi. Og svo sem ýmsar hliðar í jarðvegsríki ætla að fjalla aðeins lagaramann og svo ætla ég líka aðeins að fá að vaða úr einu í annað. Fyrst svona mjög almennt svifryk, Anna María var búin að fara í þetta. Það til að sýna í raun hvernig svifryk skilgreint, það allt minna en 10 mikrometrar. Þið sjáu það hérna í samanburði við mannsar, þetta mjög smá ragnir. 10 mikrón valið í raun af því það svo stærri sem ryksíða líkamans ræður ekki við, þetta nefnum. Það nær illa að síga frá 10 og minna, þannig að það það sem kemst niður lungun og því smærra því dýpra kemst það. Og þarna rafeindarsmásar mynd af lungnavef og þetta eru lungnablöðrurnar með steiningarnar. Þessar gulu agnir, þetta eru svifryksskot sem eru komin niður í lungun. Þannig að við erum þarna komið með aðskotarhluti í lungun sem lungun þarf að vinna því að skila upp aftur með því að búa til kannski slím að hósta þessu. Og lungun eru sjálfins alveg henni til þess að gera þetta. Við endum að svifryk ekki alveg frá fæðingu. Þetta svona spurning magn. Það er þetta mikið álag á líkamann. Þannig að já, þetta spurning útsetningu eins og þetta á fræðimáli. Það er spurning styrk og tímalengd. Og þó þetta sé það sem við kallar hreint ryk, þá það á áhrif út af þessu álagi á lungun, auka álagi. Sem sumir fara létt með en viðkvæmari hópar eins og kannski ung börn og fólk með astma, þetta meira verkefni í þannig hóp. Nú það byrjaði að mæla svifryk í Reykjavík 1986 og fyrsta árið var mælt í Miklatorg. Og svona þegar við vorum að undirbúa það var nú eiginlega bara að hlegja þessum nördum, vissulega það var engin mengun á Íslandi, það þyrfti ekkert að mæla það. En svo kom annað í ljós og eftir það fóru menn að hugsa að fleiri stöðum þegar tíminn leið. Og núna eru mælt svifryk á 15 stöðum í Íslandi, svona það bil. Og svo það eru reknar ýmsum aðilum, það eru Umhverfisstofnun, það eru heilbrigðisstéttir til sveitarfélaga og eftir sveitarfélög og svo stóriðu fyrirtækin. Ef við skoðum bara hvernig mælinetti dreifist, þarna setja mælistöðvar inn á svona samsetta loftnið, þetta eiginlega svona hálfgert gróðukort af Íslandi. Og þá sett greinilega megin áherslan hérna þéttbýlið, suðvesturhornið. Og það fyrsti mælinn í Reykjavík, 86, fámæli seinna eru konið 3 mælar. Svo hérna bætast í stóriðjusvæðin. Fyrir norðan og Akureyri eru konið 2 mælar núna, það byrjaði að mæla þar fyrir svona 5-6 árum. Bláu deplarnir, það eru fallvirkismælar hjá Landsvirkjun sem eru settið upp út af Hálslóni og Kárahnjúkavirkjun. Og svo eru þarna 3-4 mælistöðvar sem búið að leggja niður. Það þessar gulu deplar, það Mývatn, Vestmannaeyjar, Alviðra og Akranes. Og svo eru hérna 2 nýlega stöðvar sem voru settar upp í eldgosunum. Mætti ég bæta við einni stöð hérna, það var svona meiri fjöldi í eldgosinu, þetta allavega þessi stöð sem núna í gangi og svo reyndar þýskir vísindamenn sem eru hérna með aðra stöð. Það sem kannski hrópa svolítið á mann á þessari mynd, það ef við horfum bara á svona rofsvæðin eins og hérna. Það sjálfum sér lítið mælt þar. Við erum með 3 ára mælisveri við Mývatn. Það einað sem við höfum svifryk á því svæði. Þannig að ef maður mætti ráða, það væri mjög áhugt til að setja upp hérna við Hálslón, jafnvel á Héraði, til að kanna fólk þaðan. Þessi stöð í Fljótshverfi hér, hún náttúrulega inn á miklu rofsvæði, þannig að það verður gaman að sjá þegar tíminn líður hvernig seríurnar koma til með að líta út þar. Lítum bara örstutt á seríu frá einni stöð sem reynda búin að leggja niður. Núna það Alviðra, hún sjálf sér inn á grónu svæði. En hún samt alveg inn á áhrifasvæði nokkurra svona flóksvæða eins og til dæmis Mýrdalssands, hérna Landeyjassands. Það var mælt 1999-2001 og Mývatn 2000-2005 og almennt á báðum þessum stöðum eru loftgæðin mjög góð. Það koma samt nokkur háu toppar, þó við séum ekkert margir yfir heilsuverndarmörk. Nánast allir þessar háu toppar og líka nánast leiða fyrir eitthvað yfir 10, þá hérna, það mjög líklega jarðvegsrýrt. Það hefur svo sem ekkert verið
efnagreint formlega hvað þetta en ef maður bara horfir á síðurnar úr þessum mælum frá Alviru og Mývatni þá litur og bara svona misbrúnn, ljósbrúnn, dökkbrúnn. Síðurnar í Reykjavík eru meira gráar út í svart. Þannig að í Reykjavík eru það malbik og sót en þarna er þetta sjálf sem bara moldrögg eða sandfugl. Þegar ég var tímavæginn í morgun þá tók ég út kannski sem hefði svarað Stefánu með bakgrunnin. Ársmeðaltali í Alviru var stjórn sér lágt, það var á bilinu 6-7 milli ára. Mývatni heldur lægra 5-6 en komaði sér háu toppar. Fjöldi þessara daga er sjálf sér ekkert yfir heilsuverndamörk sett, fjöldi sem á að vera. Við horfum bara hérna einn atburð, þetta er apríl 2007. Þarna er semt mjög þurrt veður. Þetta er að skila sér í þessari birtu. Það er mikið hérna sandfok á Landeyjasandi, hérna mjór strókur meðfram suðurströndinni, yfir Reykjavík, langt út af Faxaflóa. Hæsti toppurinn Reykjavík, hæsti klukkutími var 350, sem er í sjálf sér mjög mikið loftmengun. Þetta er bara að vara part úr degi. Ég man alveg eftir þessum atburði þá var svolítið gaman að sjá hvað þetta var clean cut, sko. Dreifingin á sig í svo Grafarvogi, þá sá maður alla blokkirnar í Engiherli Kópavogi, en maður sá Snæfellsnesi alveg vel á dreifingin. Eftir hvort maður horfði í gegnum mökkinu ekki. Aðeins að hérna malarvegum, kannski framkvæmdum. Malarvegarnir þeim hefur svo sem fækkað síðustu 4-3 áratugum. Það getur verið talsveit mikið ryk á þeim og ryk frá órykkbundum malarvegi, þar sem keyrir stór trukkur, hann getur verið að losa eða þyrla upp svona cirka 20 kg ryki á hvern kílómetr. Þetta var tölum við bandaríska rannsókn segja þann. Við reynum að setja það í eitthvað samhengi, þá er 200 tonn álver eins og í Straumsvík, það er að losa svona hálft tonn á sólarhring af ryki. Þannig að eftir 25 km akstur er trukkurinn búinn að þyrla upp ryki eins og álverið losar á heilum sólarhring. Þannig að í magni til er þetta mjög mikið. Það er samt svolítið varhugavert að bera þetta saman, þetta er svolítið eins og að bera epli og appelsínu saman. Vegna þess að ryki frá álverinu er náttúrulega sem miklu verra ryk, það er með fleira skaðlegum efnum, það er með flúor. Álverið að losa SO2 og miklu meira gróðurhúsalofttegundir. En í magni til er þetta mjög mikið ryk frá malarvegum og framkvæmdasvæðum. Þannig að rykbinding er mikið hagsmunamál fyrir fólk sem býr nálægt fjölförnum malarvegum út á landi. Þessi mynd, þetta er landveiting í Kópavogi, þetta er náttúrulega ekki þjóðvegur en þetta er vinnusvæði. Þetta fyrirtæki hérna bak við rútufyrirtæki, þeir kvörtuðu mjög mikið og íhuguðu með þessa málsókn út af bara heimlega fjárhagslegu tjón út af þessu ryki. Út af þvó bílana miklu oftar og skemmdar á tölvubúnaðarsvæðir og svo fyrir utan hérna bara heilsu starfsmanna. Þannig að þetta er eitthvað sem skiptir máli og þarna var það sem mjög auðvelt að laga þetta, bara að senda vatnsbíl á svæðið. Ryk frá verklegum framkvæmdum sem er það bara hreint jarðvegsryk yfirleitt. Í öryggis- og umhverfishandbókum Bechtel sem reistu álverið fyrir austan, þá skilgreina þeir ryk sem mestu umhverfisáhrif framkvæmda. Það er svona ekki háæði, vatnsmengun og jarðvegsmengun heldur ryk og þeir setja mikið pening og orku í að reyna að lágmarka. Ofta á framkvæmdasvæðum er þetta mjög auðvelt. Það eru stóra framkvæmdir menn eru þá jafnvel með vatnsbíl á staðnum hvort þér til að bleita fyllingar sem verða að þjappa. Þannig að bara nota vatnsbílinn til að minnka rykið. Svona sjá menn líka á framkvæmdasvæðum til í grónum hverfum, þar sem eru stóra framkvæmdir, það vörubílarnir bera ryk út á götu, eða drullur réttara sagt, svo þarna er hægt að þyrlast upp. Þetta er líka hægt að leysa ef menn hafa pening og vilja, það náttúrulega kostar eitthvað. Sumstaðar út í Bandaríkjunum er þetta bara lögreglumál, menn fá sektir fyrir svona inn í borgum. Það er hægt að leysa þetta ef þú setur bara svona græju í hliðið þar sem þú keyrir út á framkvæmdasvæðinu. Þegar vörubíll fer í gegn þá fer þetta í gang sjálfkrafa og það er dekkin, þannig að hrein dekk þýðir hreinar götur og þá minna ryk. Lagaramann, það eru sjálfur þeir ýmsar reglugerðir loftmengun og þetta er í raun alls ekki tæmandi listi, ég vil fylla glæruna. Þessar reglur segja hvaða mörkin á efnum eiga að vera, hvaða efni þarf að mæla, hverjir eiga að mæla og eins og kom fram hérna í byrjun það eru reglur hvaða bílar mega menga
og það er mikið regluverki miðað líka við starfsleyfisskylda starfsemi, þannig að þegar menn er að setja stofn fyrirtæki sem mengar þá eru kröfur og ákveðin úrræði til að fylgja eftir rykmengun. Það er sem mjög lítið fjallað náttúruatburði í þessum lagaramma. Það er tekið fram að þú mátt draga þá frá þegar þú átt að gera bókhald yfir árið. Það eru margir dagar sem fara yfir mörk og má draga frá náttúruatburði eins og eldgos og sandflóð. Svo er alltaf spurning hvað er náttúruatburður og hvað er að mannavöldum. Til dæmis í þurrviðri og miklu roki, það fíkur og rakri, er það mannavöldum eða er það náttúruatburður? Þannig að maður er að koma aðeins inn á þetta áðan, þannig að ég ætla að fara hratt yfir þetta. Þess að út í Evrópu eins og það sagði eru reglur eða hvati í styrkjum til að loka ökurunum fyrir veturinn, sá einhverju í. Þá er maður kannski meira spáði út frá landgæðum, það er ekki landgæðum en þetta gagnast loftgæðinu líka. Eitt af því sem segir í reglugerðum, sem er reglugerð 787 loftgæði 1999, þá segir að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga skulu semja aðgerðaráætlun vegna loftmengunar. Það er í raun bara eitt sveitarfélag sem hefur gert svona áætlun, það er Reykjavíkurborg. Þeir hafa gert mjög ítarlega viðbragðsáætlun og sjálfum sér viðbrögð við eins og sandfoki eða öskufoki, það er sjálfum sér ekkert sem er hægt að gera til að stoppa atburðinn, eða þú getur allavega upplýst fólk, látið fólk vita. Þannig að þeir sem eru viðkvæðin fyrir, þeir fylgjast frekar með þannig tilkynningum. Og í þessari aðgerðaáætlun er til dæmis svona ákveðnar spáforsendur, þannig að menn geta reynt að meta jafnvel fyrirfram út frá veðurspá í þessum aðstæðum hvort það sé líkur á ákveðinni tegund loftmengunar og þá hvernig. Og það er til dæmis fjallað sandstorma og þeir koma þá í frekar miklu vind, í Reykjavík í ákveðinni vindátt, lítil úrkomu, getur komið sjálfsög hvenær sem er þá og upptökin það að vera þurr jörð. Þetta er sjálfsög öðruvísi aðstæður heldur til dæmis með brennisteinsvetni, þetta er frekar í hægum vindi og þá frekar veturtíð þar sem eru hitakvöld. Þannig að þetta svona aðgerðaáætlun hjálpa mönnum að kannski ná utan á vandamáli þó að sé kannski ekki hægt að leysa það. Já, þetta var það sem ég ætla að segja. Takk fyrir. Já, við þakkum Þorsteini kærlega fyrir. Við ætlum að gefa smá rými fyrir 1-2 spurningar ef ykkur eru. Allt kristaltært, nei, gjör svo vel. Jú, reyndar. Já. Einmitt. Ok. Já. Og það hefur ekki verið hugsað beint miðhálendið sjálft en við erum aðeins velt fyrir okkur það væri áhugavert að mæla við Mývatn, endur ekki að mælistöðina þar og svo finnst mér sjálfum mjög áhugavert eins og til dæmis Hálslón, spurning hvort að við erum að mæla þar. Svo náttúrulega þessi mælir sem er í Fljótshverfi núna, hann er náttúrulega innan miklu rosvæði og það verður gaman að sjá hvað ársmeðaltalið verður þar þegar hann er búinn að vera lengi. Það er svona mæli sem er online þannig að við getum séð þess vegna mínútugildin. Það er að koma gríðarlega háið toppar en á góðum dögum er mjög lágt, það er undir 1. Þannig að þetta er svona mjög sveiflukennt, allavega þar. Hvað þetta svarar.
Já, ég segi það sem áhört að mæla á fleiri stöðum og einmitt út á landi á einhverju stöðum en þetta er bara eiginlega spurningu peninga og forgangsröðun. Já, það var hugsanlega hægt að vinna eitthvað svona til þess upp úr veðurskýrslum. Ég hef alveg grunn að ég tala að segja eitthvað frá því eftir. Já, einmitt. Þess að við tökum eina en svo þurfum við að halda áfram, gerstu vel. What